Svona, hæ og gleðilegt fullt tungl. Það kveikja hérna í símanum mínum á streyminu svo ég geti fylgst með kommentum og svona. Ok, þá er þetta allt saman komið í gang, allt komið á play, frábært. Það er fullt tungl í dag og það nær hámarki hérna á Íslandi klukkan 5 í dag. Þannig að endilega verið vakandi og kíkið út og kíkið um gluggann. Það er alltaf gaman að kíkja á tunglið þegar það er að skarta sínu fegursta. Við erum 3 stokka í dag. Það eru hér Elemental Power Tarot og að sjálfsögðu Monology. Við erum alltaf með. Og svo eru það Runic Odyssey, rúnaspilið mín. Ég ætla að setja skjáinn niður, leyfa ykkur að tengja við stokkana og segja ykkur aðeins frá þessu tungli sem það er, sem sagt, það er í ljónsmerkinu núna. Þannig að ég ætla að setja skjáinn niður og svo förum við í lestur. Hér eru stokkanir og við erum með hér Elemental Power Tarot, Monology og Runic Odyssey, rúnirnar. Þannig að endilega gefa ykkur tíma til þess að velja stokk, tengja við, eða hvernig sem þið eru vön að gera þetta. En það er sem sagt fullt tungl í ljóni og það er svolítið einstakt og skemmtilegt af því að ljónið er rosalega ástríðufullt, skapandi, gefandi og já, þarf sitt pláss og þarf rými til að teygja úr sér og skarta sínu fegursta, en það er líka svo bjart og mikið þegar það ljónið vill að allir hinir teygja úr sér og taki pláss líka. Og það er það sem gerir ljónin svo einstaklega falleg að mínu mati. Þau vilja sýna sig en þau vilja að aðrir geri slíkt hið sama. Þau vilja tjá sig og þau vilja að aðrir tjá sig líka og þau eru svo mikla klappstýrur. Þau vilja bara að öllum líði vel og að allir njóti sín. En orkan sem fylgir svolítið þessu tungli núna er að það er ef til vill fyrir marga svona löngun til þess að gera eitthvað svona pínu ekstra, gefa lífinu svolítið aukinn lit, skreyta sig meira, gera eitthvað, fara fara út að skemmta sér. Rómantík er líka svolítið í loftinu og fylgir þessu líka. Það er bara svolítið á þessum árstíma bæði, eins og hjá okkur, við erum alltaf bæði með konudaginn og bóndadaginn og út í heimi eru þau með valentínusardaginn, en það er líka með þessar orku, að líða svona aðeins meira sensual, líða vel með sjálfa sig, upplifa sjálfa sig fallegan, aðlaðandi, kynþokkafullan, taka frekar eftir þessum kostum í öðrum þar að auki og vera kannski svolítið opnari fyrir hugmyndum ástir, rómantík, þokka. Þannig að það er alveg svona svolítið angi af því í loftinu með þessu öllu saman. Þannig að ef þið eru að upplifa eitthvað svoleiðis þá bara njótið. Ljónið er fyrst og fremst svolítið til að njóta. En við skulum fara hér í lestur og byrjum á Elemental Power. Og það fyrsta sem við könnum er hvað það er sem að, ég ætla nú að stokka aðeins með, hvað það er sem að við erum að kveðja og þurfum að ná sáttum við. Það kemur hófsemin. Þannig að það segir mér svolítið með þessu tungli sem er núna að núna er ekki rétti tími til að vera hógvær. Já, hógværð er dyggð og við skulum endilega halda í hana innan skynsamlegra marka, en það má líka sýna sig. Það má líða vel með sig, þannig að manni má líða flottum, manni má líða aðlaðandi, maður má stressa sig upp og sýna sig og maður má vera svolítið bara ekstra mikið maður sjálfur og það er svolítið það sem að ljónið stendur fyrir.
að vera bara maður sjálfur og vera öruggur í sínu skinni. Þannig að núna í dag allavega ekki tími til þess að vera eitthvað að fela sig að draga úr sér. Okkur hættir nefnilega til að þó að vissulega hógværð dyggð, að þá hættir okkur til að gera lítið úr okkur. Að við ætlum að vera svo hófsum og hógvær. Við gleymum að hrósa okkur, við gleymum að skarta okkar hæfileikum. Þannig að núna kannski svolítið góður tími til að leyfa sér að sýna sig og njóta þess sem maður og hvað maður kann og bara vera svolítið svona át þar og leyfa sér að skína. Þannig að ég held að það eru kannski einhverjir ykkur sem að svolítið þurfa að stíga út í skilinni sinni núna. En næst kunnum við þá hvað þetta fulla tungl að sýna, hvað það að lýsa upp með sínu ljósi. Sjá. Og það kemur hér æðsti meðprestur, High Priestess. Og hér verið þá að lýsa svolítið upp, sem sagt, bæði kvenleikann og frjósemina sem við berum öll í okkur. Og aftur kemur svolítið þessi tilfinning þokka og að fá að leyfa sér að vera fallegur, leyfa sér að líða vel með sig, leyfa sér að vera bara svolítið frjór og upplifa sig alhandi og líða bara svolítið vel með sig, hvernig maður Því að meðpresturinn hún er ung, ástríðufull, dularfull, munúðarfull kona. Og það orka sem við berum öll í okkur, hvort sem við erum karlkyns eða kvenkyns eða hvorugt. Að við erum öll með þessu orkur innra með okkur og hérna verið svolítið að draga fram þessa kvenlægu, þokkafullu, munúðarfullu hlið. Þannig við megum alveg leyfa okkur að líða svolítið auka, leyfa okkur að skína svolítið. Þannig að það verið svolítið, eins og hér verið að segja við ykkur sem eruð með þennan stokk, leyfið ykkur að koma út úr skilinni, leyfið ykkur að finnast þið falli, leyfið ykkur að skarta ykkar fegursta á hvaða hátt sem það hvort sem það varðandi ytra byrðið ykkar, hvort sem það í vinnu eða starfi eða félagslega, leyfið ykkur að skína, komið aðeins út úr skilinni. Og þriðja spilið, það þá fyrir það hvað næst, hvað þá framundan. Það komu 2 spil. Kom bæði turninn og styrkurinn. Nú, þetta svolítið áhugavert. Að því hér verið að segja að koma út úr skilinni og leyfa þér að skarta þínu fegursta, njóta hver þú ert, og leyfa þér að vera frjór í því sem þú gerir. Og því fylgir einhvers konar mikil breyting, eitthvað sem snýr svolítið að þínum grunnatriðum í lífinu, hvort sem það varðandi vinnuna þína eða fjölskylduna þína eða ástamálið eða hvað það nú en það þá eitthvað svona stór breyting sem á sér hér í stað og það þá bæði áminning að standa með sjálfu sér og standa í styrknum sínum í gegnum þá breytingu og með þeirri breytingu að ekki láta breytinguna keyra mann koll. En líka áminningu að þú ert alveg nógu sterkur eða sterk til þess að fara í gegnum svona stóra breytingu og þú getur alveg notið þess. Og hér verið, hér svolítið tákning bæði styrkleika karlorkunnar í ljóninu og kvenorkunnar í blómónu. Og
og þið sjáið hérna í þessu spili hvernig sko ljónið liggur og malar og er að njóta í blómunum, bara í friði, í náttúrunni, og það er rauninni sannur styrkur. Það er ekki endilega drifkrafturinn eða hvað, heldur þetta jafnvægi að geta notið þess að vera í bæði krafti og mýkt. Þannig að það er hér sterk áminning að sko, passa upp á styrkiðinni gegnum breytinguna, en jafnvæg því að þú hefur alveg styrkinn til þess að fara gegnum þessar breytingar, og þessar breytingar eru styrkjandi fyrir þig. Og svo litið viðeigandi að einmitt af því að ljónið er sem sagt táknmynd styrksins. Ljónið er í styrktarspilinu, þannig að það á svolítið heima með okkur í dag greinilega. En leyfðu að koma út úr skelinni, leyfðu að skína þér svolítið, og þá fara hlutinir heldur betur að breytast hjá þér. Það er svona grunnurinn á bakvið þetta. Og við skulum færa fyrir yfir næsta stokk. Það er þá monologi, og fyrsta spilið er þá þar sem við þurfum að sleppa tökunum á og ná sáttum við. Og það er nýtt tungl í krabba. Þú og þínir elskuðu eru örugg. Þannig að þú þarft ekki að hafa neinar áhyggjur af öryggismálum, það er að segja, fjármálum, húsnæðismálum, umhverfi, þessi utanaðkomandi þættir sem hafa áhrif á okkar nánustu fjölskyldu. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því núna. Þú þarft ekki að vera að streyta þig, stressa þig yfir hvað er í gangi endilega svona í heimilisbókhaldinu má segja. Þannig að þú getur aðeins sleppt taumunum þar og slakað á. Þegar það sem að þetta tungl er að lýsa upp núna, þar sem þú þarft að veita athyglinni þinni að, og það kemur fjóltungl í Vaspera, sýndu heiminum þitt raunverulega sjálf. Og þetta er að í takti við það sem ég var að segja, að ljónið er svo mikil klappstýra á að allir séu bara þeir sjálfir og sýni sitt réttasta eðli, er að hérna er það að kalla til þín að sýna þig. Þín er aftur verið að kalla til að sko njóta þess að vera eins og maður er, skarta sínu fegursta, vera ekki að fela sig, vera ekki að blygða sín fyrir því að maður sé svona eða hinsegin eða ekki nóg eða of eða van. Heldur bara vera maður sjálfur og njóta þess og leyfa sér líða vel þannig. Það er hægara sagt en gert, vissulega, en hér er allavega kallinu til þess, og þú þarft ekki að hafa áhyggjur af sjálfum þér eða þínu nánasta. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því að það riðlist eitthvað til, þó að þú leyfir þér aðeins meira. Þetta er svolítið svona, þú þarft ekki að vera alveg svona ofurskipulagður kannski hvað varðar heimilið þitt. Þú mátt aðeins slaka taumnum og leyfa þér að njóta. Því að niðurstaðan, eða hvað kemur næst, hvað er á næsta leiti, það er suðrið. Þau segir við að ekki láta fortíðina halda aftur að þér. Þannig að þú ert að sleppa tökunum á einhverju, að mér finnst fyrst og fremst stjórn. Það að þurfa að vera með allt í ákveðnu móti og allt í ákveðnu taumhaldi.
Það er svona aðeins verið að bila til að slaka taumunum, leyfa þér að njóta svolítið af því að eitthvað segir mér að fortíðin er svolítið lituð af því að þú þurfir alltaf að vera með allt á hreinu, þurfir alltaf að vera með algjöra stjórn, þú þurfir að hafa allt í mjög ströngu taumhaldi og það getur orðið mjög lýjandi og slítandi á eina manneskju. Það þurfa að vera með allt skipulagi hjá sér og við sjáum þetta sérstaklega með svona þessa huglægu byrðir kvenna inn á heimilum til dæmis. Eða þessir sem eru alltaf í vinnu með allt á hreinu og með fullt af verkefnum sem að aukaverkefnum og hvað nú, þetta er svona svolítið tengt inn í fullkomnana áráttu og stjórnuna áráttu að þannig að það er kannski svolítið kollin á því að prófa að gefa tauminn aðeins eftir, heimurinn ferst ekki og leyfa þér að skoða fortíðina, hvaðan kemur þetta og hvort það sé nú ekki bara komið tími til að sleppa tökunum á því. Af hverju ertu að bera þetta ennþá með þér í dag? Þannig er einhver skuggi sem þú þarft aðeins að skoða og sleppa. En þá skulum við fara í næsta stók. Það er Runic Odyssey og við byrjum á því að skoða hverju erum við að sleppa tökunum og þurfum að ná sáttum við. Hér kemur dögun, dagar sem er vöknunin og vitundarvakningin. Þannig að hér finnst mér verið að tala við einstaklinga sem að hafa nýverið eða síðustu misseri, hvort sem það er í gær eða síðustu 2 árin, hafa verið í miklum uppgötvunum, hvort sem það sjálfa sig eða umhverfi sig, í vakningu varðandi hvort sem það er umhverfið eða andleg mál eða samfélagið eða sjálfa sig. Skiptir ekki máli, hér er ég að finna fyrir fólkinu sem að hefur verið í mikulli vitundarvakningu og það er oft svolítið erfitt ferli og það umrótar miklu hjá manni. Getur líka kveikt þennan eldmóð að ætla sér að gera allt í einu, að fyrst að maður er vaknaður gagnvart einhverju ákveðnu málefni þá ætlar maður að kafa sér algjörlega ofan í það og gera það að lífi sínu. Og það er allt í lagi, það er bara ástríðuna eldmóður sem gerir það verkum. En hér er aðeins verið að minna á, ok, já, þú ert búin að vera hér í þessum uppgötvumunum og þessum vakningum en lífið heldur áfram. Þú þarft ekki að vera alltaf í svona bardagaham, má segja. Þú þarft ekki að vera einhvers konar talsmaður eða stríðsmaður ákveðna málefna þó að þau séu brenni á þér mjög heitt núna. Og þó að þú sér búin að vera að uppgötva þessi mál mjög sterkt, hvort sem það er bara gær eða síðustu vikur eða síðustu 2 árin eða hvað nú. Bara gott og blessað að blanda þessu inn í líf sitt og taka til sín lexjurnar, en lífið heldur áfram, það eru aðrir hlutir til að kanna og skoða og kynnast. Þannig að ekki bara fókusa á einhver ákveðin mál sem hafa verið að brenna á þér núna. Svo er það þessum tunglið er að lýsa upp, hvar þú ættir kannski frekar að setja athygli þína. Okay. Það kemur sólin sem er sigurinn og orkan. Nú er kominn tíminn til þess að beina athyglina á sigrana, þróunina, góðu hlutarnar og gleðinnar, rísandi orku.
og mér finnst þetta halda svolítið hendur við að þurfa að sleppa svolítið tökunum á vakningunni sinni, því að okkur hættir til að þegar við vöknum svona gagnvart ákveðnum málefnum að fara í ákveðnu svona baráttuham og okkur hættir til að verða svolítið neikvæð í garð þeirra sem eru ekki búin með sömu vöknun og við. Og við förum alltaf svolítið í þennan ham að ætla að reyna að vekja fleiri, sama í hvað samhengi það er, eins og sé hvort sem það er varandi sjálfansauja, umhverfið eða samfélagið eða andleg máli eða hvað nú. Það er komin tími til að sleppa þessum baráttuham og leyfa sér að njóta. Leyfa sér að njóta orkunnar sem er búið að færa manni, sigrana stórra og smárra, að nú sé nú að ganga vel og orkan er mjög rísandi aftur. Við erum það búin að vera í myrkustu mánuðunum okkar núna, síðustu 2 ár eru búin að vera þung á samfélaginu og öllum heiminum. Það er eitthvað að lyftast. Það er eitthvað að birta til. Sólin er að hækka á lofti. Í sama hvaða birtingarmynd þið viljið túlka það. Og þá athugum við hvað er næst. Það kemur Elas sem er verndin og skjöldurinn. Þannig að hér er alveg þörf fyrir því að sinna sjálfum sér, beina athyglinni að sér og sinni persónulegu vernd. Af því að eins og ég segi, okkur hættir til þegar við förum í gegnum einhvers konar vakningu að fara í einhvern svona stríðisham og ætla að beina athyglinni rosalega mikið út á við. Hér eru áminningar að nú er komið tími til að beina athyglinni inn á við og sinna sér, hlúa sér, hlúa líkamanum sínum á sálinu sinni, sínu eigin heilbrigði og verndinni sinni. Og umfram allt að horfa svolítið á jákvæðari hliðarnar. Eins og segja, okkur hættir oft til þegar við gerum stórar uppgötvanir að detta í einhvern ham að ætla að vekja alla hina með okkur. Sama að hvaða leyti það er. En núna kom tími til þess að horfa á þetta jákvæða og kanna svolítið sjálfa sig. Og jafnvel sleikja sárina, þegar vissulega þá eru einhverjir sem hafa farið gegnum hreinlega bara býst með blóði á vöknum að einhverju leyti. Hafa þurft að vera að berjast fyrir sínu, fara í slaginn, en sigur er í bítum fyrir okkur flest, þannig að þá er komið tími til að sleikja sárin og heila og vernda. Þannig að þetta voru skilaboðin frá rúnunum og þá eru bara allir stokkarnir búnir. Þannig að ég ætla líka skjánum. Þannig að hæ aftur. 3 ólíkar lagnir og svolítið svona ólíkar áherslur finnst mér. Maður fann alltaf fyrir svona megin skilaboðum ljónsins skína í gegn fannst mér. Eins og sé fannst mér, ég veit ekki með ykkur. En á aftur, ég nýtist alltaf að eiga þessa stund með ykkur hér 2 sinnum á mánuði og hlakka þá bara til þá á næsta nýjatungli eftir það bara 2 vikur, ég man ekki nákvæmlega dagsetninguna. En ég þakka þá bara kærlega fyrir mig og fyrir áheyrnina, vona að ykkur skilaboð í þessu nýtist ykkur og verði til gagns og bara þar til næst. Takk fyrir.